Og áfram höldum með föstudagsþáttinn. Það meiri tónlist í vændum. Þau eru komin til mín, þeir eru tveir úr hinum nýja íslenska Astor Piazzolla Quintet, Páll Palome og Jón Bjarnason, velkomnir. Takk. Var það rétt, cirka? Palomares. Palomares, það var næstu því. Þetta betur en við heyrt áður. En velkomnir og bara frábært að fá okkur í þáttinn. Já, takk fyrir það. Astor Piazzolla, ég var að byrja aðeins að fara yfir, hver var það? Sko, Astor Piazzolla, hann er sennilega sko frægasta tónskáld þegar kemur að tango. Hann kemur frá Argentínu, en hann er ekki þessi hefbundni tango-maður, sko, af því, þú veist, hann kom seinna og kom með svona nýja vídd í tangospili og tónlist. Hann ólst upp í New York, þannig að hann var rosalega mikið að hlusta á jazz og kynntist fullt af tónskáldum þar og svona, þannig að hann svona kom með sína sinn eigin stíl í Og hann er kannski á lífi ennþá í dag? Hann er ekki á lífi, því miður. En hann var uppið, þú veist, 1930 til 1960, 70. Já. Þið eru bara tveir úr þessum kvintett. Hverjir fleiri eru með ykkur, ef við förum aðeins yfir það? Já, það aðalmaðurinn er Jón Þorsteinn Reynisson á harmoniku. Já. Og síðan er gítarleikari Ásgeir Ásgeirsson og Alexandra Kjeld á kontrabassa. Já. Og þú ert á fiðluna og ert að spila með Sinfó eða hvað? Já, ég er leiðari í annarri fiðlu í Sinfóníuhljómsveit Íslands. Já. Og þú ert organist í hvað? Í Skálholtskirkju? Skálholtskirkju. Og mikið tengdur Friðheimum, skilst mér. Já, ég er svona heimilisvinur á Friðheimum. Já, og Friðheimar kom einmitt við sögu, því að þegar þessi þáttur fyrir lofti, þá voru tónleikarnir ykkar í Hofi afstaðnir, hlakka mikið til, en Friðheimar eru framundan. Á sunnudagskvöldi, já. Núna á sunnudagi. Núna bara næsta. Og hver bara innan tómata og bara rosa gleði og þau ætla að bjóða upp á þematengdan mat, sko, með og argentínsk rauðvín og hvítvín. Hvað ætla maður að borða með tangotónlist, vitið þið það? Kjöt. Kjöt, já, auðvitað. Argentínska nautastekur. Þeir verða með eitthvað frábært, sko. Já. Það var samleitt, sko. Þessi kvintett, getið það aðeins sagt okkur hann? Hafið mikið verið að spila og gera og græja? Já, svolítið sko. Þetta er rosalega flott grúpa því við erum að tala um fiðlu og kontrabassi sem eru þá strengjahljóðfæri. Svo erum við píano og harmonika sem er, þú veist, þetta típiska hljóðfæri úr tango. En svo erum við líka með rafmagnsgítar. Og þetta er einmitt samsetningi sem Piazzolla notaði mest í sínu lífi. Þú veist, hann var með fullt af böndum. En hann fór, þú veist, hann með oktet og nonett og tríu og alls konar, en hann fór alltaf notaði kvintettin langmest og átti örugglega svona 3, 4, 5 kvintett bara í öllu sínu lífi, sko. En sko tango, þetta er tangotónlist, er fólk að dansa á tónleikunum ykkar? Það fer til hvaða lag við erum að spila. Við erum að spila Ástíðirnar eftir Piazzolla, það er svolítið flottar. Hann var rosalega inspíreraður af ástíðunum eftir Vivaldi sem eru samdar fyrir fiðlu og hljómsveit. Þannig að hann samdi þessa ástíðir, en það er aðeins öðruvísi. Ég held að ástíðirnar í Argentínu séu öðruvísi heldur en á Ítalíu, sko. En það er rosalega flottar. Ég myndi ekki segja að það væri hægt að dansa þar. En svo erum við alls konar auka lög sem þessi fólk er mjög velkomin að standa upp og sýna hvað þau geta, sko. En fyrir utan þetta tango-projekt, svona verkefni, þá er þér náttúrulega alls konar músík annarri. Er þið eitthvað svona, þú náttúrulega spilar allt sem Sinfó spilar, en er þið eitthvað sérhæf ykkur í einhverju öðru eða er maður bara að spila í öllu? Það er nefnilega held ég mjög skemmtilegt við þessa grúppu er að allir að koma úr sikkurum áttum. Ég er náttúrulega rosalega mikið í klassískri tónlist og spila bæði sinfóníunni og einleik og alls konar, en svo erum við með gítarleikara sem er jazzista og hann er rosalega mikið og er að spila rosalega mikið balkantónlist og gríska tónlist og svona. Ég er bara ákveðin á klassíkinn hinn náttúrulega, alveg bara Bach, nummer 1 og 3, sko. Og svo er ég náttúrulega algjör aðlæta samt, sko, spila allt, sko. Og organista þurfa nú reyndar að spila mikið pop og rock og annað. Og kontrabassaleikarin, hún spilar rosalega mikið svona Mið-Ameríku tónlist frá Kúbu og Mexíkó og svo Renaissance tónlist, þú veist, fyrir barokktímabilinu, þú veist, hún er með í fullt af böndum þar og náttúrulega Jón sem er bara
kunnugur hérna fyrir norðan og algjör snillingur. Hann klassískt menntaður. Já. Og af því að þið eru svona út allt, þá er kannski svolítið erfitt að ná okkur saman svona reglulega. Þannig að þetta er svolítið svona einstakt tækifæri það ekki til að Algjörlega, sko. Algjörlega. heyra ykkur. Það er mjög gaman þegar við náum að spila saman. Þetta var einu lausi tíminn, sko, árinu. Það er allir svolítið uppteknir. Bara, það má ekki missa þessu, sko. Nei, algjörlega. Friðheimar á sunnudaginn klukkan 8, eða? Við opna 7. Opna 7. Þá geta fólk fengið sér mat og argentísk vín. Sér bara fara allir í feeling og við byrjum að spila. Og svo eru allir að dansa líka, sko. Já, pláss til þess. Já. Hvað er þetta langt prógram alveg? Klukkutími 2? Klukkutími, ég myndi segja klukkutíma. Svo erum við auka lög og svona þannig að Uppklaps. Uppklaps, neitt. Er það ekki? Heyrðu, það er frábært að fá okkur í þáttinn og ég hlakka til þú ætlar að gefa okkur smá tóndæmi, Páll. Smá svona... Bara svona í gamni, eða ekki? Gjörðu þið svo vel og takk fyrir að koma. Takk fyrir. Takk fyrir okkur.